Jæja, velkomin í þáttinn Heimsmyndir og þar sem ég hef verið að taka viðtöl við alls konar snillinga eins og þið þekki orðið og einn þeirra var hann Gunnar Jóhannesson prestur sem kom hérna fyrir nokkrum mánuðum og við vorum að spjalla saman á netinu og vorum að gantast með svona rökræður tilvist Guðs sem mjög vinsælt hobby hjá sumum og öðrum ekki. Og mér ætti að fá bara Gunnar aftur hérna því að síðast var þetta svona almennt spjall en núna ætlum við að taka svona fókuserað svona tilvist Guðs. Velkomin í þáttinn. Takk fyrir, gaman að koma aftur. Já, þetta við geggjað. Þetta kemur til að því að þú og Björn Leví Pírati þið hafið aldrei verið að skrifast á í blöðunum. Já, við tókum þarna smá rispu. Á rimmu. Já, allt í góðu sko. Já. Tókum þarna, ég greip þarna eitt bolta á lofti sem að kasta út. Hann fór með eitthvað ræðu í pontu á þingið ekki að það væri eitthvað varandi gagnrýna á kirkjufyrirkomulagið að Guð væri augljóslega ekki til. Já, ég svo sem veit ekki hvernig ég svo sem setti mikið inn í samhengi sko, beinlínis en þessu var varpað fram svona sem einhverri smá frétt guðfræðilega pælingar Píratans Björns Levís á þingi og það bara alltaf áhugavert þegar einhver með stöðu og rödd sko fer út í þessa sálma og ég nú svona þannig gerður að þá kveiknar alltaf á einhverjum stöðum hjá mér. Það skemmtilegt. En svona, já, það bara gaman en svona allir grínslefti þá bara gaman að grípa tækifæri til þess að búa til eða svona gera tilraun til að eiga svona eitthvað vitrænt samtal þessi efni. Þegar nú þetta, þessi umræða var náttúrulega, hefur árhundruðum saman verið vinsæl öðru hverju, en hún hefur verið svolítið svona dauð á Íslandi í einhver tíma, þannig að þetta svona svolítið verið að líka upp á gamlar glæður eða glóður, eitthvað sem er. Þetta er auðvitað bara Þetta er náttúrulega bara spurningin sem að bara svolítið í kjarna mannlegra tilvistar og hægt að orða hana út frá ýmsum forsendum og svona úr ýmsum áttum, en þetta er auðvitað bara lífsglíman og saman við þessa spurningu tilhugsskurðs að renna náttúrulega allar stóru spurningarna sem að leita á okkur. Já, fegurð og tilgangur og ég rétt rangt og örlög og heilífaða líf En hinn trúlausi efnishyggjumaður, hann náttúrulega lítur svo á að þessar spurningar fyrir allar eiginlega tilgangslausar nema í svona persónulegu tilliti. Já, þú veist strax sem maður heyrir svona þá byrjar maður að velta því fyrir sig hvað liggur á baku hugtökin sko. Það svo erfitt að vega og meta sko hvað býr á bakvið vangaveltur eins og til dæmis þetta hugtak hinn trúlausi efnishyggji maður. Þú veist, það auðvitað bara efni í heila umræðu út af fyrir sig hvað það þýðir og vegna þess að efnishyggji maðurinn í mínum huga náttúrulega langt frá því að vera trúlaus. Já, akkurat. Já, og við getum alveg svo sem sammælst það, en nú ætlum ég svona gaman að taka að mér hlutverk trúlausa efnishyggjumannsins gagnvart Gunnari og ég sjálfur ósköp afslappaður í þessu, ég orðið svona hughyggju heimspeki áhangandi og það svona voðalega á mitt á milli einhvern veginn, svona loðið fyrirbrigði, þannig að ég svo sem hef engra hagsmuna að gæta og mjög afslappaður í þessu sko, en ég skal samt taka að mér hlutverk efnishyggjumannsins og ef við byrjum að því að segja sko útgangspunktur Björns Leví í þessari ræðu hann var eitthvað á þá leið að ef að samfélagið sekúlar samfélag og við lítum á samfélagi sem veraldlegt að þá sé asnalegt að ríkið sé að ausa peningum í stofnun sem að fjallar eitthvað ósannað fyrirbrigði sem sé Guð. Þannig hans útgangspunktur var að fyrst að Guð sé ekki til, þá sé asnalegt að ríkið sé að ausa peningum í það. Og þú náttúrulega andmæltir því.
Nei, alls ekki því. Nei, ekki því Við svo komum aldrei inn á það og sko það sem að hefur með tengsl ríkis og kirkja að gera og svona fjárhagstengsl og skuldbendingar þar á milli, það finnst mér fullkomlega áhugavert efni og ég hef bara engan áhuga á því sko. Þannig lagað, ég meina það má ræða það og forsendur á baku það í sögulegu samhengi og allt þetta sko, ég hef engan áhuga á því og en hann sem sagt sko það sem að Björn Leví sagði og endur ómar auðvitað bara og Björn Leví sem persóna ekkit atriði í þessu samhengi. Nei, og ekkit við hann aðtúa. Nei, nákvæmlega ekki neitt en hann bara svona bauð upp á þessu umræðu sem bara besta mál. En það sem hann sagði var að Guð væri ekki til. Hann fullyrti sem svo að Guð væri ekki til og það væri einföld staðreind. Já, staðreindi mitt, það er árið. Já. Og það finnst mér afskaplega áhugaverð fullyrðing og staðhæfing og almennt bara viðhorf og þá vaknar þörf og áhuga hjá mér, enda þótt að ég sé mjög afslappir í þessu og ég er ekki að reyna að tala fyrir Birni Leví eða nokkrum, heldur er bara áhugavert að ganga inn á völlin þegar einhver kemur fram og talar með þessum hætti vegna þess að það má vel vera að einhverjir aðrir sé að hlusta og þá er þetta bara mjög áhugaverð umræða og partur af þessu eru þetta eins og þú segir að þetta er í einmitt mjög svona ultrasekulöru samfélagi eins og Íslandi sem er svona, eigum að segja miklu leyti einfallega bara guðvana samfélag orðið. Já, og sammála því. Já, sko þar sem að Guð í einhverjum svona djúpum tilvistarlegum skilningi er kannski ekki mikið að leita áhuga fólks. Nei. Það er svona mín tilfinning og við erum ekki að skýra okkur þar úr eða skilja okkur eitthvað sérstaklega frá öðrum vestrænum samfélagum. En þá er bara afskaplega áhugavert að grípa þetta á lofti og búa til samtal og eina sem ég gerði var að rétta upp hönd og svona segja bíddu aðeins, þetta er rosalega stórt orð, staðreind. Ef að við förum aðeins ofan í það og veltum því fyrir okkur hvað við eigum við og hvaða svona þekkingafræðilega stöðu við gefum orðræðu og fyrirbærum og hlutum sem að við tengjum við staðreind. Og upp frá því spannst umræðan og við náðum aldrei saman. Það eiginlega bara breykkaði spilið. Menn gera það aldrei í þessu. Nei. En mér finnst bara það svona þau sjónarmið sem að Björn Leví lagði fram bara lýsandi fyrir mjög margt í okkar samfélagi fyrir svona ákveðna afstæðishyggju og vísindahyggju og mjög svona mjög þrönga þekkingafræði og einhvern veginn svona bara svolítið fyrir utan svo sem bara það sem að ég upplifi og skilja og skil og skynja sem mjög svona ólógiska nálgun til hlutana og ég veit að hann eru þetta ekki saman með því sko. En og svo var það svolítið kjarnin í þessu hjá honum eins og mjög margir guðlýsingar segja að ég sem hinn trúaði í þessum hefðbundna skilningi, Guðs trúar maðurinn, það liggur allt mín megin að samfara sanna. Já, sönnunarbyrðin. Já, og svo náttúrulega er það annað orð sem er rosalega stórt og eldfimt í allir þessu umræðu, hvað er átt við með sönnun, en það er þó yfirleitt sko Guðleysingjans bara ákveða það svolítið fyrir mann. Þannig að þetta er náttúrulega vonlega strá upp af því. En úr þessu var nú bara áhugaverð svona áhugavert kast á greinum okkar á milli og kannski bara gagnaðist það einhverjum og það var í öllu falli bara skemmtilegt að grafa eins og í það en auðvitað er það svo að sá sem að fullyrðir hvað hann fullyrðir svo sem er ekki aðalatrið en ef að ég fullyrði eitthvað hvort það er tilvist Guðs eða gildi þess eða hins þá er það bara mín ábyrgð að þá leggja þá ábyrgð á mínar eigin herðar að
leitast að réttlæta þá fullyrðingu ef að eftir því óskað í umræðu. Og Björn Leví náttúrulega stígur fram og fullyrðir. En hann vildi aldrei kannast við það að hann hefði einhverju skyldu að gegna í umræðinni gagnvart sín eigin fullyrðingu. Hann laði þetta bara til hliðar og hinum yfir borðið og þetta svolítið og hefur svolítið verið tilhneigingin hjá mörgum guðleysingjum að láta sér það nægja og líta svo að þeir sitja á einhver svona sjálfvirkri default afstöðu sem að bara hinn eina rétta þar til annað kemur í ljós og það getur aldrei komið í ljós því að þeir gjarnan setja sko hinn þekkingafræðilega mælikvarða svo ofboðslega hátt að umræðan verður aldrei aðneinu. Já, ef ég tek núna guðleysingjan, ég tók alveg þessa umræði margsinnis á blogginu í gamla daga sko. Það sem að guðleysingin sem yfirleitt bara raunverulega harður efnishyggjumaður. Það sem hann raunverulega yfirleitt að segja að því að ég og þú, þó þú sér trúmaðurinn, við erum raunverulega alveg sammála í hvað skilningi heimurinn efnislega til. Við erum alveg sammála það. Og allt sem við byggjum ofan að það verður einhvers konar rökleiðsla eða tilfinning. Og við þykjum við guðleysingarnir, við þykjumst alltaf vera að byggja ekkert ofan að það. Við séum bara með gildin sem bara efnisheimurinn sem við erum sammála með sér raunverulegur. Hann bara til og ég þarf ekki að sanna það fyrir þér af því að þú sammála mér. Allt sem ég segi umfram það, til dæmis að Guð sé til, það kallar á einhverja skýringu og það sem ég ekki að segja Guð sé til. En nú myndi ég segja býttu aðeins. Við erum sammála það að efnisheimurinn sé til og sé raunverulegur og að öll rökleiðsla, afleiðsla eða aðleiðsla og allt sem við hugsum, það eigi rót sína þar og öll skynjun, hún byrjar þar. Við erum alveg sammála það, en við erum ekki sammála það hvort að hann sé það eina sem til. Nei, akkurat. Og það gjáin á milli okkar. Þú lítur svo á, það að segja, hinn harði efnishyggjumaður, að ekkert annars er til. En það afstaða sem að kallar á rök og réttlætingu líka. Já, en það ekki samt aðeins mildari afstaða, af því nú ætlum ég eingöngu að tala hluti sem ég get sanna sér til og ég ætla að láta annað liggja milli hluta. En þú hins vegar sammála með það sem við getum mælt og sagt, en þú fullir í svolítið annað, Já, við náttúrulega byrjum á því að skoða efnisheiminn og við veltum því fyrir okkur hvað hann segir okkur og hvert hann leiðir okkur. En ef upphafsreiturinn hjá þér þessi og upphafsreiturinn hjá mér þessi, þá ekkert sem greinir á milli okkar þegar kemur að því að þurfa að réttlæta afstöðu okkar. Vegna þess að þú stendur ekki á einhverjum öðrum sjónarhól sem að mér ekki gefin. Nei. Þannig að í þeim skilningi hljótum við báðir að þurfa að reyna að færa rök fyrir upphafsforsendunum okkar. En þá erum við náttúrulega bara að tala umræðina sér slíka. En mín afstæði þessi að það ekki hægt að velta því yfir á mig að ætla að fara að færa rök fyrir því af hverju þú hefur rangt fyrir. Ég get fært rök fyrir mínu máli og leið ég náttúrulega grafundi þínu ef mér gengur vel en það get ekki verið rök fyrir þínu máli að segja við mig já, þú getur sannað þetta, þá bara liggur fyrir að ég hafi rangt fyrir mér, en þangað til þá bara ekkert þetta að segja. Og það svolítið póllinn sem að margir taka. Vegna þess að þú sem efnishyggjumaðurinn, þú náttúrulega ert að ganga út frá því, þú ert að segja eitthvað raunverulegt veruleikan sem slíkan. Þú ert að segja að hinn efnislegi veruleiki sé það eina sem til. Það ekkert utan og ofan við hann. En það ekki eitthvað sem bara innbyggt í efnishyggjuna. Það bara frumspekileg afstæða til lífsins og tilverunar sem að
sem að er viðeigandi að þú þurfa að færa rök fyrir með sama hættu og þú telur viðeigandi og raun og veru nauðsynlegt og skyldugt að ég færi rök fyrir frá mínu sjónarhorni. Já, og ég svo sem ætla nú bara strax að svíkja. Ég held að séum alveg sammála um þetta. Já, og ég veit það. Ég ætla svo sem strax að svíkja minn ein málstað sko því að sko það sem er innbyggt í harða efnishyggju er það að maður sem sagt gefur sér að ekkert sé raunverulegt nema sé nánast hægt að mæla það. Já. Og ef að þú ert að tala um eitthvað sem er í eðli sínu ómælanlegt og ég segi að þú verður að sanna sig til þó ég sé sjálfur búin að gefa mér að það sé ekki hægt öðru en sem sé hægt að mæla það. Þá er náttúrulega bara komin gjá á milli sem er óbrúanleg. Já. Og það er rauninni ósanngjarnt að segja sko þetta eitthvað sem þú skilgreinir sem ómælanlegt. Ég fellst ekki á það fyrir að þú er búin að sýna mér fram á að sé hægt að mæla það. Já, og þá náttúrulega verður maður svolítið byrja bara á því að kroppa í sko þennan veruleika skilning. Já. Vegna þess að hann er mjög afskaplega þröngur vegna þess að við náttúrulega við vitum sko ef að þetta er mælikvarðinn þá náttúrulega verðum við bara að leggja til hliðar nánast allt sem við vitum og teljum okkur vita og skynja í raun og veru allt nema það bara snúi að sko eðlisfræði stærðfræði. Við erum nánast bara að tala þá um einhver rökleg sannindi og ekkert annað, svona bara svona taftalógíu, liggum við sko. og vegna þess að það er fyllilega réttlætanlegt að gangast við óbúslega mörgu sem haldbæri þekkingu, eitthvað sem við getum talið okkur vita innan skynsalara marka sem að við höfum takmarkaða getur til þess að ganga úr skuggum að sé rétt í þessum skilningi. Og þú veist öll saga svo dæmis í tekið og í raun og veru bara öll mannleg orðræða sem að hefur ekki að gera með sko hinn hörðu vísindi eins og sagt og þetta er bara lýsing á vísindahyggju sem að er eiginlega mjög ólógist viðhorf. Já, ég er engin vísindahyggjumæður. Nei, en þetta er það sem að skín í gegn hjá mönnum eins og Birni Leví. Þess vegna kemst umræðinu þetta aldrei og flug okkar á milli og við svona tölum svolítið bara fram hjá eyrum hvers annars sko. En svo er það náttúrulega líka orðið þannig í heimspekinni í dag og það er gríðarlega mikið verið að skrifa af heimspeki og fjalla hluti sem eru alltaf svona jaðri hins mælanlega og jaðri hins sannanlega og jaðri hinnar hefðbundnu þekkingar og þar er til dæmis eins og Björn Þorsteinsson fjallar í verufræðinni sko, þá fjallar hann skynið sem er einhvers konar hlutdeild vitundarinnar í efnisheiminum sem einhvern veginn er á jaðri þess að vera efni. Þannig að ef við föllumst á eitthvað meira heldur en harða efnishyggju, ef við föllumst á einhvers konar grátt svæði í heimspekilegskilningi, þá erum við strax búin að opna á einhverja rökræðu eða eitthvað spjall annað heldur en að við séum bara fullkomlega ósammála og með óbúrúanlega gjá sko. Já. Og en ég er náttúrulega sko eins og ég gengst bara við bæði samtali við Björn Leví og aðra þú veist, ég ger ekki tilkall til þess að geta sanna til þess Guðs og það væri mjög sérstakt af Guðstrúa manni og í rauninni bara hverjum sem er að telja sig geta sannað í þessum skilningi sem að jafnan liggur í orðinu sönnun frá Guðlýsingjanum að Guð sé til. Ég meina Guð er ekki þess áttar veruleiki, hann í klassísk skilningi eru þetta ekki sko ínáanlegur eins og við getum þreifað á og vegið og metið sko hluti innan hins efnislega heims. Við erum að tala um eitthvað utan og ofan við hann og eitthvað sem að er í svona klassísk skilningi, orsök og ástæða þess að efnislega er tilkomið og til. Þannig að sko, þú veist, við getum ekki gert tilkall til þess að sanna þetta í þeim skilningi. Þannig að sko
það sem að ég læt mér næði segja líklegri en ekki. Þannig að Guð er líklegri en ekki. Já, ég meina, þú veist, þegar við áttum okkur á því við hvað er að eiga og ef við getum sammælst það, þá getur umræða farið af stað og hún liggur miklu frekar þarna í mínum huga. Það er að segja, annars vegar erum við með guðleysingjan og hans skynjun og skilning á veruleikanum að tilverunni og svo hins vegar þann eða þau sem að trúa á Guð í einhverju skilningi, þar að segja hið yfirnáttúrulega, svo náttúrulega til ýmsa variasjónir þar. Sko, þá er þetta miklu meira spurning sko, rök til eða frá. Sko, tilvist Guðs verður hún líklegri með tillit til þess sem við vitum og greinum og skynjum hérna sem efnislega verur í þessum heimi, sko, upplifun okkar af lífun og tilverun og reynslu okkar af lífun og tilverun og þekking okkar af hinum efnislega heim, sko, skverar það við tilvist Guðs á betri og skynsalegri hátt heldur en guðleysið og efnishyggjan, sko, það er umræðan. Og efnishyggjumaðurinn náttúrulega segir sko að það er ekkert til nema efnið og ekkert annað, ef það er eitthvað annað þá er allavega þess aðeins að við höfum lítið sem ekkert það að segja. Ja, það er allt annað að segja það en að það sé ekki til. Og svo getur maður alltaf sagt sko, og í hefðbundnum skilningi, í hefðbundnum svona efnishyggjulegum skilningi, þá er það ekki til. Af því að það er ekki til fyrir en að það er einhvern veginn orðið efni sko. En það er svona tautológía sko. Já, það er svolítið tautológía. Og það er alltaf lagi sko. En það er rauninni svo lítið skemmtilegt að við þurfum að taka þetta eitthvað aðeins lengra. Já. Og ég ætla svona að spyrja þig sko, að því nú eru þessi frægustu gömlu hugmyndir sannanir fyrir Guði eins og Anselm af Canterborg og Thomas af Aquinu og hérna Blaise Pascal og þessir snillingar. Þau rök eru gjarnan að mínum að ef ég reyna að endur segja þetta snöggvast sko, Anselm af Canterborg með þetta ontological argument verufræðirökin og að af því að við getum upphugsað hugmyndina hérna mestu og bestu mögulegu veru eitthvað svona efsta stig óendanlega mikið að því að ef við reynum að hugsa eitthvað meira að skilgreina það eitthvað frekar þá verður það einhvern veginn bara sko upphaflega hugmyndin inniber það sem við segjum í framhaldi sko. Og þetta finnst honum einhvern veginn vera vísbending Guð og ég er náttúrulega ekki að segja þetta vel en þarna upplifi ég bara sko að þarna er verið að taka ákveðið trúarstök sem felst í því að segja að okkar málvísindi sé í eðli sínu einhvern veginn vísbendingum eðli heimsins og það finnst mér svolítið áhugaverð afstafa. Já, ég sko í samræði við guðleysingja eða bara í þessari umræðu svona, þá myndi ég aldrei byrja þar sko. Ég myndi aldrei reyndar náttúrulega í sögu heimspekinnar eru verufræðirökin náttúrulega stórkostlegu hluti og alveg, þetta er glæsilega heimspeki og hérna ég myndi sennilega ekki byrja þar en þau eru mjög áhugaverð og það er áhugavert að ræða þau en sko almennt þá lít ég á sko röksenda færslur fyrir tilvist Guðs sko þetta eru svona vísbendingar þetta eru svona vegvísar má segja sko og þetta eru auðvitað ekki sönnun fyrir tilvist Guðs í einhverjum svona ströngum skilningi eins og við tölum að geta sanna hótna sem þríhetnings. Nei, þetta er ekki rökfræði sönnun en þetta er svona einhvers konar en þetta eru vísbendingar sem að benda til þess að það sé fyllilega gilt í öllum skynsamlegum skilningi að leyfa sér að trúa að Guð sé til. Og svo náttúrulega bætist við að það er hægt að grafa undan strangri efnishyggju með ýmsu móti öðru líka og benda á brotalamirnar. Það hefur verið að gera þessi standafræðinni og viðar. Já, og svona þegar að þetta all hleðst eitt ofan á annað, þá sko fyrir mér
verður þessi veruleika skynjun og skilningur mjög skýr og ég hvíli mjög þægilega í honum en þú getur verið innan skynsamlegra marka sko guðlaus þú þarft ekki að varpa skynseminni fyrir róða til þess að vera guðlaus heimurinn af því þú talar Pascal sko hann myndi segja að Guð hefði gert sig svona nægilega skiljanlegan og sýnilegan til þess að við gætum fundið hann og séð hann en huli sig nógu vel eða upp að því marki að við getum í krafti okkar frjálsa vilja látið hann eiga sig og það finnst mér mjög hjálplegt að henda inn í þessa súpu alla en sko, já, ég myndi ekki byrja á verufræður en mér finnst þér ég er meira það sko já, mér langar líka aðeins að tekla á því með þér en pointi sko sko ég myndi segja að vel upplýstur afslappaður trúlýsingi sem að hefur áhuga á skammtafræði og öllum þessum gráu svæðum í þekkingafræðin í dag hann myndi alltaf þurfa að segja að það er komið þarna í þekkingafræðin er komið svona grátt svæði sem að er alveg skemmtilegt sko. Þar getur maður alveg sagt að sé einhver svona guðleg nálgun í boði sko. Allavega ég myndi segja sko í þekkingafræðinni sé komin svona loði svæði sem að ef þú allavega viðurkennir það í sjálfu sér þá er allavega svona slaku gagnvart í að til dæmis heimurinn hafi einhverja stefnu eða einhver tilgang eða eitthvað svona en ég á ekki við það hins vegar sko, ég lít ekki svo á að þessar röksemdafærslur og við getum svo tekið einhver konkrétt dæmi á eftir séu sko þú ert ekki að tengja þig inn á einhver grá svæði þar sem er ennþá fyrir hendi nægilega mikið þekkingarleysi til þess að finna Guð einhvern stað ég lít alls ekki á að sko röksemdafærslur fyrir tilvist Guðs eru ekki þess eðlis það eru ekki svona plug and play sko, þú veist hvað ég við ég veit þú ert núna að bregðast við hugmyndunum God of the Gap og það er svona svolítið algeng algjörlega og ég á ekki beint við það sko, ég á bara meira við það að sem allavega fyrir mig sjálfan sko fyrir mig sem guðlýsingja þá finnst mér orðið heimurinn samt sem að það mysterious að það er allt í lagi fyrir mig að hugsa alls konar ég er ekkert fastur í ykkur svona efnishyggju móti bara eins og einhver fangi sko. En margir eru það vissulega sko bæði meðvitað og þeir meira sjálfsögðu alveg verið það og allt það sko en mér finnst bæði sko verufræðirökin og rökinas Tómasar Akvínu og þetta er eiginlega alltaf sama meiði sko, þetta er alltaf eitthvað svona heimurinn hefur stefnu, heimurinn hefur upphaf það er einhver skapari eða eitthvað upphaf og svo er það bara nánast sko smekksatriði hvort þú vilt segja að upphafi sé Guð eða að Big Bang sé eitthvað svona óskilgreint furðulegt moment eitthvað einn Já, það er til alls konar það er til fjöldin allur af típum af röksemdafærslum sem að leiða út fyrir efnisheimin, skulum við segja og Anselm, þessi merki heimspekingur á 11. öld hann er svolítið upphafsmaður skólaspekinar sem að var heimspeki stefna á miðöldum og skólaspekingarnir sem að svo Tómas frá Aquino er svolítið svona, hann er svolítið hápunkturinn innan þeirra hreyfingar voru óbáslega vissir í sinni sök getu skynsemina til þess að rúma og finna og einhvern veginn fanga Guð og þeir voru fyrst og fremst heimspekingar og rosalega mikið undir áhrifum Aristótelesar, ekki síst Tómas en Anselm hann var meira svona, hann horfði meira líka inn á við og hann leggur þetta svolítið fram svona í íhugunar formi og þetta er auðvitað glæsileg röksemdafærsla það verður ekki á henni tekið og byggir á því að þú rekur þig frá Guðs hugtakinu
til veruleika Guðs sem slíks og mér finnst það reynda röksemdafærslan eins og hún er að finna í frumritinu, hún er stutt og laggóð en hún hefur fengið uppfærslu á okkar tímum frá alvöru heimspekingum sem að teflinu fram sem gildri röksemdafærslu og þá svona út frá hugmyndinu tilfallandi eða nauðsynlega tilvist. Þú færum að segja hana þokla? Ég skal reyna og ég punktaði ná eins niður svo sem en þá þetta oft lagt fram svona innan þessarar orðræðum mögulega heima og þá mögulegur heimur í rauninni bara leið til þess að tjá svona heildarlýsing á veruleikunum. Þú veist, mögulegur heimur bara einhver heildarlýsing á veruleikunum eins og hún gæti verið. Og það til þá margs konar mögulegir heimar. Þú veist, það til mögulegur heimur þar sem að ég var tekið fyrir orðhæðan akstur og leiðin eitthvað til þín og mætt á sein. Rauðherður. Þú veist, það hefði getað gerst. Gerist ekki svo. en sem sagt, svo er hinn raunverulegi heimur, raunheimurinn, þá bara heildarlýsing á veruleikanum sem er sönn. Og hugmynd Anselms að Guð sé þessi, eins og þú sagðir, hinn æðsta mögulega hugsanlega vera. Það er ekkert til sem hægt að hugsa sér sem tekur Guði fram. Nei. Það er bara eðli þess og skilgreining þess að vera Guð. Og hann hefur þá til að bera þessa klassísku eiginleika, hann er almáttur, algóður, alvitur í öllum mögulegum heimum. Hann getur ekki búið yfir þessum eiginleikum verandi Guð. Og ef hann er til í öllum röklegum, ef að segja mögulegum heimum, þá lítur hann jafnframt að vera til í raunheimi. Skilur við? Já, hann er til í raunheimi að hann er til í öllum heimum. Já. Og ef hann skorti eitthvað af þessu, þá væri hann ekki þessi æðsta hugsanlega vera. Og sem hinn æðsta hugsanlega vera, eða svo vera sem ekkert annað getur verið æðra. Ef við getum hugsað okkur eitthvað æðra Guði, þá hlýti það að vera Guð. Já, þá verður bara aftur fyrir að lýsa sama. Já. Og þannig að hann þannig að ef hann skorti eitthvað af þessu, þá væri hann ekki þessi vera. Og það felur bara í sér að ef tilvist Guðs er möguleg, þá hlýtur hann að vera til. Og þetta er glæsileg heimspeki og það er hægt að rúlla þessu upp svona sem rökhendur og ég ætla að leyfa mér að gera það. Það er þá þetta, það er mögulegt að til sé þessi æðsta vera, eða þessi vera sem ekkert aðra er hægt að hugsa sér. Og það er sér Guð og ef það er mögulegt að þessi vera sé til, þá þýðir það, hún er til í einhverjum mögulegum heimum. Það er að segja, það er einhver stað til lýsing á veruleikanum þar sem það er satt að þessi vera er til. Ok? Og ef það er mögulegt að hún sé til í einhverjum mögulegum heimum, þá er hún til í öllum mögulegum heimum. Af því að það er bara eðli þess að vera þessi vera. Skilur við? Já, þetta er bara skemmtilegt. Og ef hún er til í öllum mögulegum heimum, þá er hún til í raunheimi. Og ef hún er til í raunheimi, þá er hún til. Og ef hún er til, þá er Guð til. Og þetta er, og það er eiginlega magnað að lesa verufræðirökin, svona eins og þau eru meðhöndluð í dag og rædd af heimspekingum, að þessi skref frá og með fyrstu forsendunni að það sé mögulegt að næst að vera sér til. Það sem kemur eftir, það er ekkit umdeilt. Það rennur svolítið bara hvert og eftir öðru. Þannig að stóra spurningin sem að Ansen skilur eftir hjá okkur er tilvist Guðs möguleg. Og þessir heimspekingar sem að svona hafa dubbað upp verufræðirökin í þessu formi
þeir spyrja sig og segja að þetta lykilforsendan mögulegt að Guð sé til og þeir vilja meina að það sem að guðleysingin eða sá sem að öllu heldur, sá sem að vill sem sagt sópa verufræðirökunum frá sem bulli þar að segja, eða þið vilja meina að hún sem sagt standi ekki undir niðurstöðunni þá verður þeir að sýna fram á það að tilvist Guðs sé óhugsandi þá hún sé röklega séð óhugsandi og mótsagnakenndi röklegum skilningi eins og við tölum hringlaða ferning af því að ef hún á einhvern tjens að vera til þá er hún til í einhverju heimi, þá er hún til þá er hún til í öllum heimum og þar með raunheimi og þetta er, þú veist, þetta er glæsileg rökfærsla en þú veist, ég skilða mjög vel að þegar einhver sem að, þú veist er algjörlega af huga bæði heimspeki og ég þannig ef hann er fastur í vísindahyggju og efnishyggju þá skiljið það mjög vel að hann svona bara hlæja þessu sem einhver orða gjálfri en ég meina þetta er glæsileg röksemdafærsla og ég tek hana góð og gilda en ég myndi aldrei teflinni fram í rökræði við einhvern sem bara er alls ekki á þessum stað en svo náttúrulega mætti bæta því við að það er hægt að skjóta á stoðum undir í öllu falli möguleikanum að Guð geti verið til þú veist, og þá er hægt að tefla fram öðrum aðgengilegri röksemdafærslum fyrir tilvist Guðs og ýta þannig undir það möguleika að Guð sé til og svona pota svolítið í efnishyggju mannin og segja, þú veist, ég meina þú veist, er ekki smá sjens og ef það er smá sjens, það bara bang en ég verð að svara einhverju það sko fyrir að fyrsta fyrst mér sko fyrir vísindahyggjumannin er þetta bara algjörlega fráleitt bull sko. Já, ég skil það vel hann enn ekki að byrja á þessu nei. En fyrir rökhyggjumannin sem er þá rauninni í vissum skilningi dálítill hughyggjumaður því að hann er tilbúin að fallast á að einhverjar hugmyndir sem að séu rökréttar séu einhverju skilningi sannar hann myndi þá hugsanlega samt segja sko, svona heimspekilega litið sko, hann myndir bara segja að hugmyndirnar sem við erum að vinna með séu manngerðar pælingar sem að hugsanlega til dæmis hugsanlega óendanleiki og þessi efstu stig við óendanlega alvitur, algóður, almáttur það eru hugsanlega merkingulegs orð þegar ef heimurinn er ekki þannig og þetta er bara hugtök sem við búum til þá er þetta bara máltæknilegu leikur sko. Já, og ég myndi segja ég myndi taka undir að óendanleikin sem einhver raunverulegu hluti af einum efnislega heimi er bara hugtak sko. það er bara orð það er mjög gagnlegt orð í mörgum skilningi og hugtak og virkar innan starffræðinar en sem sko lýsing á veruleikanum hinum efnislega veruleika gengur það ekki og fer með okkur strax í fráleitar áttir og rökleysur. En svo getur maður sagt að því að óendanleikin er til í starffræði og starffræðin virðist bara falla að heiminum þá sé hugtakið líklega hluti af heiminum, af þessum heimi einhvern veginn, lýsandi fyrir heiminn. Já, í þeim skilningi en sko getur fungerað sem sko hjálpartæki í á ákveðnum sviðum eins og starffræði en þegar við förum að reyna að velta óendanleikunum yfir á en efnislega veruleika þá lendum við í ógöngum og það er einmitt það sem að til dæmis liggur á bakvið að því hún nefndi Tómas Aquinas sem að kemur svo fram á sjónasviðið þarna á 13. öld og stígur inn í sömu hefð og Anselm en nota bene hann afskrifaði algjörlega verufræður og Anselms hann Tómas gerði það og fannst fráleitt að byrja á því að gefa sér hugtækið eins og hann orðaði það einhvern veginn sem þú ætlaði svo að leiða fram en hann sem sagt
leggur fram þessar klassísku 5 leiðir og þær eru ennþá hjálpiða vegna þess að því röklega form sem að sem að hann byggir á ennþá að miklu leyti því röklega form sem að röksendafærslur fyrir tilvist Guðs eru ræddar í dag nema bara á öðrum forsendum og það þetta argumenti frá hreyfingu, frá upphafi, frá allt þetta og frá design og við þurfum ekki að fara neitt djúpt í það því að það verður svo þunglamalegt en það er mjög gaman að taka eina af þeim og það er sko til dæmis þessi fyrsta og í rauninni fyrsta, önnur og þriðja leiðin eru bara útfærsla af einni típu af röksendafærslum fyrir tilvist Guðs sem að heita heimsfræði rökin sem að gengur einfaldlega út á það að einmitt rekja sér frá afleiðingunni til orsakarinnar alveg þeirra upp til það sem Anselm var að gera efficient cause og þá er hugsunin þessi að við lít að því að sko ef eitthvað má segja þá allavega getum við sagt það og reynda samanlast til það að upphafsreiturinn sem að Guðstrúarmaðurinn og Guðlýsingin standa á er alltaf einn og svo sami. Við höfum ekki annað en þennan efnislega heim og veruleika og skynnin okkar innan hans, fyrirbæri og svo okkar eigin rökvísi og það er alltaf hjálplegt ef við erum sammála að hvað er röklegt og skynsamlegt en við höfum þetta er bara hinn sameiginlegi vettvangur sem við höfum á að byggja og hugmyndin er þessi að skoða fyrirbæri og veruleikan í kringum okkur og hvað þau segja okkur eðli lífsins og tilverunar og allt eins og orsök og Tómas til dæmis hann hefur þetta orðið að við sjáum hluti á sífelldri hreyfingu og allt er á hreyfingu allt sem er á hreyfingu bætir að við hreyft af öðru og þú veist hlutir hafa möguleikan á því að hreyfast en ef að það er ekki eitthvað annað sem að ýtir við þeim og setur það á hreyfingu það hreyfir við þeim þá eru þau bara kjörir það er að segja að þau get ekki raungert þennan möguleika sjálfur og þetta er auðvitað, ef maður vill horfa tilbaka sko, þetta er mjög skemmtileg pæling að sjá einhverja hliðstæði við Newton sko og lögmál hans það að allt er kyrrstætt nema einhver kraftverki á það en þetta er hugmyndin hans Tómasar og sko, en það sem að hreyfir við öðrum hlut er líka hreyft af einhverjum enn öðrum hlut og það af einhverjum öðrum eilífkeðja og þá segir Tómas þessi runa eða röð af hlutum sem er hreyfðir af öðrum hlutum sem er hreyfðir af öðrum hlutum getur ekki verið óendanleg og hann er náttúrulega að tala inn í þennan veruleika þar sem að gengi var út frá því að heimurinn væri eilífur hann er náttúrulega aristoteliskur í þessum skilningi fyrir tíma Big Bang og þeirra pælinga og þetta var bara hinn vísindalega nálgun allar aldir frá tíma Aristotelesar og í rauninni bara fram á 20. öld þegar Einstein fyrir að hreyfa við þeirri hugmynd að þá var bara gengi út úr því að alheimur væri eilífur og hefði alltaf verið til þannig að þetta væri allt saman óendanlegt en sem sagt hugsunin hjá Tómasi er að ef við hugsaum okkur þennan hlut sem að verið að ýta við og svo allar raunina hér á eftir sérst, allar þessar milli orsakir eru sérst óvirkar og háðar það er að segja frum orsökin þar hafa ekkert skýringagildi nema á hafa pælu skýringuna og þetta er bara, þú veist, þetta er bara sama pælingu og þegar maður segir sko að sko lest sem hefur einhver vél hún hreyfist ekki enda þótt að vagnarnir sem að lestin samanstanda af séu óendalega margir og hugmyndin er þá þessi að það hlýtur að vera þarna einhver óhreyfður hreyfill sem að allt sem að á eftir kemur þykkur hreyfingu sín af og svo spilar hann inn á þessa sömu hugmynd sko í leið 2 orsakir og svo framvegis og þetta finnst náttúrulega og áfram þetta finnst náttúrulega vísindahyggjumannunum
líka bara vera begging the question sko, því að þú ert bara með einhverja óendanlega röð atburða og í vísindahyggju er það þá bara Big Bang eða eitthvað svona furðulegt moment þar sko, sem sé upphæðlega momentið og drifkrafturinn þar að bak við sé eðli heimsins Já, en það er engin heimur á bakvið nei. Því að það er upp af heimsins. Það er eðli innskísins að verða heimur. Já, en ekkert verður engu. Þú veist, þetta og þarna verður þetta passa svolítið bara verður maður að velta fyrir sig hvað verið að tala og ég meina eins og ég sagði, þú veist, það er alltaf hægt að skjóta sér undan hlutunum og enginn lætur samfæristu neitt gegn vilja sínum. Það er bara svolítið þannig. Já. Þannig að, og maður verður bara láta sér það linda, en það má samt ekki koma í veg fyrir einhverju svona raunverulega ábótasama, málefnalega, skynsalega umræðu og rökræðu lífið og tilveruna og láta eins og það sé bara hægt að fría sig frá því að því að maður þú veist, með því það eina rétta, bara Guð er ekki til og það er bara einfalt staðreind, svona à la Björn Leví sko, en sko Tómas þú veist, þetta er alveg röksemdafærsla og ég myndi skora á Guðleysingjan að segja mig þá með hvað hættina hann ætlar að koma sér í kringum þessa sko óendanleikan og hvert hann leiðir með okkur, hvert hann tekur okkur. Já. Vegna þess að svo getum við velt fyrir okkur heimsfræðirökunum eins og þau eru formuleruð af mjög mörgum í dag. Ekki bara heimspekingum, heldur vísindamönnum og bara mjög mörgum hugsandi einstaklingum sem að sjá í þessari röksemdafærslu mjög gildan veg í átt að því að geta sagt við sjálf sig að Guð sé mjög sennilega til. Okay. En hérna sko það sem að mér finnst alveg glæsilegt er að þú skuli nenna þessu sko að þú kemur svo ofta að því sjálfur sko að þetta er bara vilji þegar allt kemur til alls en það hefur hins vegar ekkert með það að segja það segir ekkert um það hvað er rétta eða sanna og ekki sanna eins og með þig og Björn Leví sko, hann vill ekki skilja þetta svona og mun ekki gera það og þú skilja það svona og mun gera það það sem skilur í milli myndi ég segja að sé hvorki rögni þekking heldur bara svona vilji eða lending eða smekkur í raun og veru, ég er sammála því ég sammála því sérstaklega ef þú ert það lítiláttur að segja bara ég er alveg sammála því að það sé algjörlega fáralegt að heimurinn sé til af því að bara ákveður er hann til ef hann það er Leibniz Leibniz það er bara fáralegt að hann sé til en hann er til og svo getur þú sko valið að segja ekkert um það sem hann veist ekki og það er það sem að vísindahengimanni þykist gera sem hann gerur samt í rauninni ekki því að hérna þessar ofboðslega spekularísku pælingar upphafið eru heimspeki en ekki vísindi. Við byrjum þar sem átt komin í og í raun og veru guðfræði, multivers og samtafræði. En það er bara gaman að þessu. Mér finnst þetta allt mjög skemmtilegt sko. Fyrir mig er þetta ekkert sérstakt svona tóstreitu atriði. Það bara er gaman að því að alls konar tegundir af hugum sé að berjast við þessar ósvöruðu spurningar sko. Já, og ég meina við erum það sem er á bakvið þetta allt hjá okkur alveg bursi frá því hvað við komum að því, hvar við lendum þú veist, þá er þetta bara glíman við lífið og tilveruna og okkar stöðu í þessum veruleika sem að við auðvitað náum bara utanum á mjög litlu leyti og hvað þú sérð skynjar og leifir að sjá og skynja veldur þetta bara, eins og C.S. Lewis sagði nú einhvern tímann, á þeim sjónarhóli sem velur að standa á. Og ég meina það getur verið mígrútar af afskaplega tilfinningabundnum og órökrænum þáttum sem að leiða okkur í þessa átt, frekar en hina. Og það eru margir sem að fara í gegnum lífið án þess að velta þessu nú svona sérstaklega mikið fyrir sér, fara ekkert á kaf, ég meina, svo
kemur eitthvað fyrir og það er eitthvað krísu ástand í lífinu og það vakna einhverja spurningar, þú veist, það er svo ofboðslega margir þættir sem að leiðir fólk ýmist þangað eða þangað og ég held að þegar allt kemur til alls þá erum við þetta ekkert viljalöst verkfæri í því og við tökum ákvörðun og afstöðu. En nú eru gjarnan þannig að þegar fólk lendir í áföllum og andlegum áföllum og líkamlegum óþægindum eða verkjum eða kvölum þá virðist hugurinn oft leita í einhvers konar spurningar af hverju þetta sé svona og þá verður spurningin svona tilgangurinn. Hver er tilgangurinn í lífinu? Af hverju er ég að gangi gegnum þetta ef þetta er allt merkingarlaust? Og hugurinn leitar greinilega þá oft í einhvers konar svar sem er þá eitthvað svona þetta er hlut af módeli Guðs til þess að ná fram einhverju fegur eða góðleika eða einhverju endamarkmiði og íta við fólki og spurningin er þá svona til gamans að því að rauninni eru öll þessi rök finnst mér rauninni þau eru rauninni dálítið svona vera að skoða eiginleika tungumálsins til þess að sanna tilvist einhvers getum við líka litið svo á að eiginleikar sálarinnar sanna eitthvað eða bendi til einhvers að það myndi Guðleysingi myndi náttúrulega vera brjálaður bara nei það að þér líði illa segir ekkert tillit Guðs það sjálfsög ekki en ef að tilhneigingin er að til hvers upplifið þetta ef það er engin tilgangur og ég fer að leita á honum segi sálinn þá eitthvað það eða geðið Já, ég meina það er náttúrulega í mínum huga út frá mínum sjónarhóli já, en svo náttúrulega er þetta spurning ég meina, ég vil ekki eigna tungumálinu svona mikið vald yfir okkur eins og það stýri því hvernig veruleikanum er háttað ég meina, tungumálið tæki við höfum náttúrulega ekkert annað en tungumálið til þess að tjá hugsanir okkar og við leggjum allar okkar teóriur og skynjun og skilning í tungumáli og við reynum að orða það sem við hugsum og skynjum en ég meina hér áður fyrir voru ekki til hugsandi talandi manneskjur en annarkvort var Guð til á þeim tíma eða ekki og þarna til dæmis held ég að skilja á milli okkar í sambandi við hughyggjuna að hugmynd okkar veruleikan í dag hún er annarkvort rétt eða röng en svo var einhver tíman sá tími þegar að engin hugsandi hugur var til sem hafði nokkra einustu hugmynd veruleikan en hann var annarkvort með þessum hætti eða hinnum þannig að ég er ekki nógu abstrakt í hugsun til þess að leggja þetta þannig upp og ég hef sagt það við áður Já, ég var reyndar að fá að skilgreina þetta svona aðeins það er náttúrulega að taka hughyggju á tvo vegu svona öfgakennt annars vegar er þetta bara hinn postmoderníski skilningur af því að tungumálið er í stöður mótun og samfélagsvitundin hvað heimurinn er líka stöður mótun og í vissum skilningi er allt það sem að allar vitundur í heiminum vita í stöður mótun og á meðan enginn er til þess að skynja heiminn þá er enginn vitund að hugsa um hann og þá er þetta einhvern veginn bara statíst og leiðilegt en allt er samt á sínum stað sjálfsögðu og staðhafingar hafa annarkvort sannlega skildið 1 eða sannlega skildið 0 Já, nema þarna það sem að gráasvæði myndast er að ef allt mannfólk býr við sömu blekkinguna segjum bara við séum einhverja ranghugmyndir heiminn
þá það eina sem við vitum að meðan við vitum það og þá það sannleikurinn sem við búum við sko. Alveg rétt og allt þetta sko. En það getur verið blekking. Það getur verið blekking og svo getur við hugsanlega svo verður það svona alveg smekksatriði á endanum hvort að hinn sammannlegi skilningur í heiminum á því augnablikki hvort að það sé einhverju skilningi bara einfallega veruleikinn sko. Og efnishyggjan segja það náttúrulega ekki sko. Það bara eitthvað að gera þarna hvort það með hugsa það ekki en þetta verður svona smekksatriði hvort að þú vilt einfallega tala hina sammannlegu hugmyndum heiminn sem sannleikana þeirri stundu af því að hún er sannleikurinn fyrir okkur svo lengi sem hann það. Já, en þá erum við náttúrulega komin með svona vissa afstæðishyggju inn í mengið og ég á alltaf svolítið bátt með hana en ég meina það er alveg rétt, við skynjum og skiljum veruleikan með ólíkum hætti á ólíkum tímum þegar við bara horfum yfir sögu mannsins, það er engin spurning og við höfum leiðrétt eða stilt af skilning okkar og skynjun á veruleikanum á margvíslegan hátt í gegnum aldirnar og árþúsundin og myndum segja við höfum þokast miklu nær því að hafa fangað einhvern svona réttan skilning á veruleikanum sem er svolítið hafin yfir einmitt tungumálið og þróun þess og samfélagsgerð hvers tíma þú veist það getur vel verið að fólk hafa einhvern algjörlega annan skilning á mjög basic hlutin sem að við göngum að sem bara pjúra sannindum í dag, það er að segja eftir 500 ár. Ég veit það ekki. En það breytir því ekki að sko sannleikurinn, ef við skiljum sannleikan sem svo að það sem er satt er það sem að gefur rétta mynd af eðli veruleikans. Staðum ekki sönn ef hún skverar við veruleikan eins og hann er. Þú veist, ef ég segi ég er með 100 kall í vasanum, þá er svo staðveng bara sönn ef ég ekki dreigið 100 kall upp á vasanum. Þannig er þú svolítið líkur efnishyggjumanninum sko, og svolítið svona grounded og það er bara fínt. En ég myndi segja til gamans. Ég myndum okkur að eftir 10.000 ár þá uppgöti mannkynið, eða veist, einhver vitund, eitthvað afkomendur okkar. Þeir uppgötva að geta búið til eitthvað tæki sem fer hraðar en ljóshraðin. Þá allt í einu gjörbreytist alheimurinn. Og í 10.000 ára undan höfðu allar vitundir sem eru til í heiminum enga hugmyndum að þetta væri mögulegt. Og þeirra sannleikur í 10.000 ár var sá að heimurinn væri bara takmarkaður að ljóshraðanum. Þá sjálfsögðu var það samt að rámt hjá þeim en í öllum skilningi fyrir allt líf og alla vitund öll þessi 10.000 ár var þetta óvíkjandi staðreynd. Já, og þetta þetta saga vísindana þetta er bara saga vísindana og framþróun mannlegra þekkingar sem varst í raunin að lýsa en það hvernig sko okkar þekking á okkar ytri veruleika hefur breyst sko það er ekki veruleiki sem er að breytast. Við erum bara að laga okkur að veruleikunum eins og hann er og fá betri skilning á honum. Það er ekki eins og að eitthvað hafi breyst í hinum efnislega veruleika. Það bara opnaðist fyrir okkur eitthvað sem við höfðum ekki aðgang að áður. Og þannig vil ég líta á það. En svona ef við súmurum þetta aftur inn á tala Guð það er alveg sama hvernig maður vegur og metur röksemdafærslu fyrir tilvist Guðs. Ég meina, Guð eru þetta algjörlega til óháð eða ekki til óháð tilvistarlegu status Guðs er algjörlega óháður getu okkar til þess að færa hann í orð eða leiða hann fram eftir einhverjum rökrænum mælikvörðum okkar í dag sem að voru aðrir áður og geta orðið enn aðrir seinna meir. Guð er annarkvort til eða ekki. Og ég get ekki sannað hitt eða annað í þeim efnum frekar en guðleyshyggjan. En ég er alltaf til í að glíma við spurninguna á svona bara okkar sameiginlega vettvangi sem er bara efnisheimurinn og svona okkar
skynsemi svona sem vonandi bara svolítið á pari og ef maður svona ítir svona alls konar drullu og vesenni sko út af borðinu og reynir bara svona velta þessu fyrir sér, þá þetta alveg ofboðslega þá þetta umræða sem að stækka mann svo mikið alveg burtséð frá því hvort maður svo endi sem trúmaður í hefðum skilningar ekki. Ég mennir bara að rökræðan og hugsanirnar séu þjálfandi og... Já, en ég menna, þú veist, það engin spurning í mínum huga að þú veist, þegar við förum í gegnum þetta líf okkar og þrælum okkur áfram í gegnum árin með öllum þeim hörmungum sem að því fylgja, sko, í svona einhverju tilvistilegu skilningi, þá getur enginn verið ósnortinn af þessum vangaveltum á einhverjum tímapunkti að spyrja sér sko, ég meina af hverju eins og segir þessi veruleiki minn sem að ég er bundin af til og af hverju heimurinn og af hverju líf mitt erfitt og hvaðan kemur hann og hver ástæðan á bakvið hann og hefur hann alltaf verið hérna hvert stefni ég og hvernig ber mér að lifa og þetta þetta bara saga mannsins og sýnir sig í gegnum sálfræði, heimspeki og alla þekkingaleit. Og mér finnst sko eins og ég er náttúrulega búin að segja hérna sko mér finnst þetta ekki lengur kritísk umræða, mér finnst það bara skemmtileg og mér finnst alltaf lagi að fólk fari alla leiðir í þessu og ég er þetta tilbúin að fara miklu flóknari leiðir eða asnalegri leiðir sko í hughyggjunni sko af því að ég held að það sé alveg hægt að skilja heiminn þannig að við einfallega sköpum hann með vitundinni sko en það er mjög átdeir pæling ég held að þú veitir hvað ég myndi segja en af því að ég hef gaman að þessum mörgu ólíku leiðum þá leiðist mér ekkert að fólk fari guðsleiðina. En var heimurinn til áður en þú fæddist og fæst þessa vitundina? Já, ég er náttúrulega að tala eitthvað svona alheimsvitund sko. Þetta er allt mjög loðið. Alheimsvitund, það fennar að nálgast eitthvað sem einhver myndi kalla Guð. Já, algjörlega. Og þess vegna líka hef ég fulla saman með konseptinu Guð, sko, því að ef þú ert með svona allsálarhyggju, sko, að heimurinn sé hvorki efninni andi, heldur einhvers konar svona vitundarstate við þá náttúrulega eru bara miljón leiðir til að túlka heiminn sko. En ég ætlaði að hendi því í lokina þegar við erum að verða búinur tíma sko á þess að fyrir maður þrefum það sko þá hins vegar þá verður náttúrulega alltaf þú verður alltaf spurður sem kristilegur hugsuður nú þegar búin að búa til nú þegar búin að sýna fram á að þínum mæti að Guð sé líklegur hvernig stendur þá á ílsku í heiminum? The problem of evil og þá spyr Guðleysingin alltaf sko, að ef þú ert með þennan algóða Guð af hverju bjó hann ekki bara til heim þar sem að enginn þjáist og þetta er náttúrulega bara enn eitt infinite regress vandamálið Já, og ég svo sem held að þetta sé spurningin sem það þarf að spyrja en það er ekki bara Guðleysingi sem spyr sig að þessu heldur henn kristni líka og hann er ekkit ósnortinn af þessari hlið veruleikans sem er illa og þjáningin umfram allt og það er hægt að tefla fram einhverjum hátimbröðum sko heimspekilegum vangaveltum þetta og velta fyrir sér sko hvar mótsögnin hinn eiginlega liggur ef við viljum takla þetta svona eitthvað vitsmunalega svona þurrt en þetta þetta allt annað en heldur þetta bara veruleikin sem við stöndum frammi fyrir hvert og eitt í lífinu að lífið bara í raunavöru þjáning Men ef við förum af því Anselm, sko þú sagðir að Anselm hefði svona svolítið hugsað frá hjartanu og þetta svona svolítið svoleiðis spurning þú ert ekki endilega að fara að taka hann eitthvað vola röglega, þú ert bara með þetta hræðilega vandamál í sköpunarverkinu og ég meina það er engin vandi að grípa sko atburði og atvik og tilfelli skelfilegra þjáningar og dauða og ílsku sem að blasi við hvarvetna í sögu mannsins og það er bara mjög eðlileg spurning og mjög knýjandi að velta yfir hvernig hægt að koma þau heima saman við tilvist Guð sem að maður vill meina sé algóður og almáttur og alvitur og ætti því að vilja og geta bara skrúa fyrir þetta
og hvað gerir maður þá? Já, þá velti maður fyrir sér aðeins bara málinu og spyr sig, ég meina, ef hann skrúar fyrir þetta og nú ég ekki að reyna að tala þetta sko og á eitthvað svona einfaldan ótinn hátt, ég á ekki, þegar allt kemur til alls á ég ekki sko annað svar en bara það sem að í kjarna minnar kristnu trúar, sem að Guð sem sem sko ekki ósnortin af hag og hlutskipti sköpuna sinnar, heldur beilinnis gengur inn á vettvangin sjálfur til þess að grípa inn í þetta og í því þetta fólkin kjarni kristinna trúar sem Guð sem að leggur sér sjálfan í sölurnar fyrir mannin og til þess að grípa mannin í þessum aðstæðum og geng sjálfur undir þjáninguna en rís undir henni og með því lyftir okkur ofar en áður og opna fyrir okkur dyr að veruleika sem að með allt öðrum hættin þessi en svo þetta hlýtur maður aðeins að velta fyrir sér, ef hann skrúar fyrir þetta hvað gerist þá? Þá skrúar hann fyrir tilvist okkar líka En vegna þess að sko heimur þar sem að þjáning óhugsandi og ómöguleg líka heimur þar sem að þið góða og fallega óhugsandi líka og ein af, eða ekki ein heldur sko stærsta gjöfin sem að Guð gaf okkur og það æðsta og mesta sem að lagði okkur til sem lifandi verum þetta okkar frjálsa vilji og án okkar frjálsa vilja erum við bara handbendi og strengjabrúður. En það liggur í eðli málsins að sá sem að getur valið þið góða og rétt og fallega, hann getur líka valið þið vonda og ljóta og illa. Leibniz, hann sagði sko að við verum í hinum besta mögulega heimi og þá getum við ímyndað okkur að Guð hafi val að skapa 100 miljón mismunandi heima og svo allra skásti sá sem við erum í og þá bara þessi samsetning af möguleikum á vonsku og góðmennsku bara svo eina sem að meikaði sens, það var besta útgáfan það er Leibniz sko. En ég algjörlega ósammála Já, ekki mál en mér finnst þetta bara mér finnst þetta aftur bara vera svona vilji sko, því að og þetta líka sagt sko þjáning merkingulaus ef þú hefur ekki veljan til þess að miðana við þannig að þú ert ekki með eitthvað spektrum af góðu og illu og vondu eða óþægilu og þægilu þá hefur ekkert af þessum merkingu sko. Þannig að þú ert bara annarkvæmt skapar heim þar sem að þetta dót allt hann til eða þú skapar engan heim. Já, það er eiginlega svolítið þannig en nú þetta getur maður í sjálf sér lítið sagt þú veist, ég meina ein leiðin væri auðvitað gæti maður spurt guðleysingjan líka þú veist, út frá þínu bæðinu séð og þessi efni sem bara það sem hann þú veist, þá þeir raunin bara af hverju, hvað meinar með því að þetta sé svo vont og illt hvað áttu við? Þetta bara eins og það hann er alltaf að spyrja út frá þínum stated já, en ég að meina, ég get spurt á móti þú veist, þetta fleitt í veruleika skilningi og heimsmynd guðlýsingjans líka vegna þess að hann dregur sko, í þessu eru fólk gildistómar lífið og tilveruna og eðli þess og maður spyr sig hvaðan kemur það í efnisheimi sem bara pjúra eins og hann og getur ekkit verið öðruvísi það ekkit þarna utan og ofan við það ekki einu sinni mælikvarði til þess að bera hann sama við og þá þetta komum við að öðrum áhugaverð rökum og upphafsreit sko fyrir tilvist Guð sem en siðferðileg rök og ég meina maður velti fyrir sér sko ég meina, en við erum alveg sammála skilju og það svo óviðeigandi þetta í vissum skilningi að klæða þennan hluta hins mannlega lífs í einhverja svona rökhendur vegna þess að þetta er svo átakanlegt og það alltaf því óviðeigandi að reyna ræða sér til eða frá en ég meina það þetta sem að guðleysingin að
biðjum Já. en ég er að segja að sko að svo rökrað á ekki síður heima þeim með við borðið líka og maður velti fyrir sér sko ég meina hvað áttu við með því að segja að þetta sé rangt að þetta ofbeldi sem þarna átt sér stað ég meina er þetta í einhverjum hlutlægum skilningi rangt hvað þýðir það í náttúrulegum heimi það sem ekkert er til annað en efnið og maður er mögulega bara leiksoppi sko efniseinda. Guðleysingin er ekkert að setja sér rangt, hann er bara að segja að það sé það er hluti af því. Það er upplifun og við erum saman það þarf ekki að reyka það sko. Nei, það er hluti af því sko. En jú, ég náttúrulega kann ekki að segja sko þegar maður horfir á hvert einstakt tilfelli ílsku og þjáningar hver tilgangurinn á bakvið það er. Nei. En út frá mínum bæjarinn séð sem kristinn guðstrúa maður þá leyfi ég mér að horfa á myndina fyrir ofan þetta allt og sjá í þessu enda þótt að ég kunni ekki að koma orðum að því eða kunni ekki að leggja það fram og þetta skilðað ekki en ég náttúrulega trúi því að þegar allt kemur til alls þá sé öllu stemt í ákveðna átt sem að Guð hefur sett því og þessi Guð er í eðli sínu innst og yst kærleikur og kemur til með að koma þessu öllu í kring með þeim hætti sem að bestur er og fyrir efnisíki mannin er þetta vissan á þræðilegt að segja og beri vott einhvern skeytingarleysi en hvað situr hann uppi með? Eintómt fánýti og tilgangsleysi alls líka þetta þetta er rétt, efnisíki maðurinn setur þig í ákveðin spór því að en ég verð að leyfa mér að setja hann líka í þau spór sem hann velur að standa í og biðja hann að ávarpa spurninguna líka út frá sínum sjónarhóli og svarið sem að hann hefur að bjóða hinu þjáða heim upp á eru þetta ekki neitt hann hefur bara það svar að við séum bara að tefla eftir eðlisfræðilega málunum og við getum ekkert gert í því Nei, og í raun og veru bara sem viljalös verkfæri eðlisfræðilega lögmála og efniseinda og rafboða í okkar heimi og frálsir við ekki til Nei, og þá náttúrulega komum við í mínum og líka að brotalömum guðleysis sem lýsingar á veruleikanum því að þá fer maður að spyrja hvað er siðferði, hvað er frjáls vilji sko, hvar eru við sem manneskjur og eins og þú segir hugsandi hugur sko, ef við rekjum okkur til röklegra lykta guðleysisins, þá náttúrulega erum við hvergi. Þá lendum við á stað sem okkur líkar ekki við, sko, þetta er ekki aðlaðandi hugmynd að við séum viljalaus og keyrum bara einhverju minnstri, sko. En þá líka missir svolítið spurningi sem hann er að knýja á, réttilega, hvert mér, allt innihald. Já, við svona skilningi. Herru, ég ætla að fara að slá botnin í þetta, það sem að ég vill, svona svo ég drægi saman, þá var hugmyndin að svona skoða aðeins þessar rökræður og við þurfum 10 þætti en að því að ég er svo afslappað gagnvart niðurstöðunni þá er ég kannski ekki nógu harður við þig Jú, þú er búin að vera það en ég ætla að loka þessu á því að rifja upp sögu af honum Tómasi af Aquino hann sem sagt skrifaði marga hillumetra af speki og þurfti að vera með 3 ritari einu að því hann hugsaði svo mikið svo fekk hann einhvern tíma opinberun hvort það var í draumi eða eitthvað að hann upplifði að hann sæi allt sköpunarverkið sko, eitt svona augnablik og þá var hann svo dólfallinn af mikilfengleika raunveruleikans að honum fannst hillumetrarnir sýnir af text að vera ómerkilegt sprek sem að gerði tilverinu enga veginn skil og þetta er svona skemmtileg pæling sem hefur oft verið skrifað í alls konar bókmenntum þar að segja hvað okkar hugsun og skrif okkar heiminn séu fábrotin í samanburði við raunveruleikann og þar sitjum við í þeim spórum erum við öll hvort sem við erum ég eða þú eða vísindamaðurinn eða heimspekingurinn að við erum alltaf að reyna að lýsa heiminum sem er bara ótrúlega margbrotin
og það bara skemmtilegt og þess vegna eigum við alltaf geta verið vinnin sko. Já, ég í öllu falli legg alltaf inn í svona umræðum þessi efni með það í huga og þetta umfram allt sko óbúðslega gefandi vangaveltur að minnstakosti sem að ættu svona með góðum vilja að geta stækkað hugsun og sjónarhorn allra sem að lifa sér að kafa svolítið onni í þetta en svo þetta stundum vonbrigði að sjá hversu yfirbúrskent og dýrt margir takla þetta sko en það er alltaf egoinn sko það er erfitt með egoinn sko það er frasið og egoinn og ég segi það sama og þú sko að þú veist ég skal alveg gangast í því að þegar að maður svona var fyrst að fara inn á þennan völl þá örugglega var maður líka öðrum þræði bara held ég eigi við okkur báða og marga maður var svona að sína sjálfum sér í leiðum það er bara þannig og ég held að það eigi bara við þetta auðvitað bara svona sjálfsglíma hvers og eins sko. en ég orðin líka mjög afslappaður í þessari umræðu og vangaveltum í þeim skilningi að ég læt með það mjög léttur mig liggja hvað það skilur eftir sig hjá viðmælendum mínum. Ég ekki að reyna að samfæra fólk. Ég stundur leifum bara taka sem svona boði umræðu þegar fólk kastar svona fram einhverjum boltum og hef gaman að því að velta þessu spurningum upp. Og ég það sem ég og hef staðsett mig þar sem ég staðsettur gagnvart þessu öllu og aðrir eru þessi þeir eru og hvert umræðan leiðir er svo bara ekki mínum höndum en og ég pæli það lítið í því nú orðið en það samt gaman þegar maður talar eitthvað tíma og finnur að einhver verður like-minded sko, veist, það svona já, það er alveg gefandi sko. það er gefandi og þá það einhvern veginn gaman sko. já, það er mjög gefandi og það má ekki misskilja mig í þeim skilningi að ég sko telji sannleikan sko fljótandi nei, hún ert á móti því ég geri það ekki alls ekki sko já, það er bara ég skil ekki hvernig það getur öðruvísi verið en við skulum ekki opna það bóks núna það er Pandóru skrín já, en þú veist þegar allt kemur til alls þá veljum við okkur sjónarhólin og hvað svo sem leiður okkur þangað getur verið æðimargt og svo er bara gaman að glíma saman og takast á hlutina af kærleika og virðingu mögulega einhverju skynsemi líka og þannig bara erum við að fara í gegnum lífið. Við skulum bara loka þessum orðum þetta er mjög í anda þáttana, við erum bara alltaf að velta fyrir okkur hvort að við getum skilið heimsmyndir annara og þetta var bara mjög gaman og takk fyrir komuna Gunnar. Sömuleiðis, alltaf gaman að koma. Takk fyrir áhorfið.